Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í vikulegan mannlífsþátt sjónvarps Víkurfrétta frá Suðurnesjum. Ferðaþjónustan á flegi ferða og við kynnum okkur fleiri gistimöguleika á Suðurnesjum. Það ansi mörg heimilin sem bjóða ferðamenn velkomna. En það eiginlega gistiheimili hérna í hverri götu. Fjölbrautaskólanemar sungu hástöfum í árlegri keppni hljóðnemann og við tökum á móti björgunarskipinu Oddi V. Gíslasyni í Grindavíkurhöfn. Það sjáum við spriklandi og spikfeitan þorsk ásamt fleiru í myndarlegum fréttapakka frá Suðurnesjum. Í seinni hluta þáttarins förum við náttúru Reykjaness á fjórhjólum með ungum mönnum úr Grindavík sem ætla að skapa sér létta aukavinnu en nú komnir með hörku fyrirtæki í ferðaþjónustu. En byrjum í glæsilegu gistiheimili í Njarðvík. Dagný Hulda Erlendsdóttir og Hilmar Bragi kíktu í heimsókn til Ingigerðar Sæmundsdóttur. Ferðaþjónustan blómstrar á Suðurnesjum og þó að nú sé hávetur ferðamenn út allt. Hótelum og gistiheimilum hefur fjölgað mikið og eitt hinna nýju gistiheimila Blue View Bed and Breakfast hér í Njarðvík. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn og hittum Ingigerði Sæmundsdóttur, gistihúsaeiganda. Ingigerður Sæmundsdóttir, kennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja, býr ásamt syni sínum í fallegu og rúmgóðu húsi í Njarðvík. Þar fjölskyldulífið heldur óhefbundið því þar líka gistiheimili. Ingigerður segir það mjög gefandi og skemmtilegt að taka á móti ferðamönnum og deila með þeim húsi. Við bara njótum þess að taka á móti gestunum. Við erum búin tvö, ég og sonur minn sem 17 ára. Og við keyptum þetta hús með það í huga að hafa gistiheimili og búa með túristunum. Og þetta hefur verið bara virkilega gaman. En að þetta heimili okkar, þá verðum við að loka annað slagið eins og þegar við hefum afmæli eða þegar við viljum bara hafa þetta fyrir okkar fjölskyldu. En við höfum okkar svona afdrep til að fara afsíðis ef við viljum ekki vera innan gestina. En annars þetta bara, mér finnst ég ekki vera að fórna neinu einkalífi en þannig, mér finnst ég bara græða. Við erum að spjalla við gestina og segja þeim frá bara samfélaginu sem við búum í og við hvetja hvert við að fara og þau eru að segja okkur frá sínu landi þannig að við erum bara búin að græða hellinga á þessu. En vissulega erum við stundum þreytt og þá lokum við bara og njótum þess að vera bara tvö. Gestirnir koma víða að. Flestir eru frá Evrópu og Kanada en einnig töluvert ferðamenn frá Asíu, Singapúr, Tævan, Kína, Japan og jafnvel frá Ástralíu. Og hvað stoppar fólk lengi svona að meðaltali? Sko ég myndi segja 40-50% af gestunum eru svona fyrsta og síðasta stopp. En ótrúlega margir af því að Ameríkuflugið og Kanada, þau eru að fara kannski til Evrópu og fá stoppa eitthvað upp til 6 daga. Ég held ég megi verið án þess að það kosti eitthvað sérstaklega. En þau hafa verið í 4-5 daga og tekið þá bara svona dagsferðir héðan, farið við Gullnahringinn, jafnvel Snæfellsnes en eru með þá bara aðsetur hér allan tíman og það rosalega gaman. Gistiheimilið skráð á Airbnb og Booking.com og hefur fengið góðar umsagnir þar. Ingigerður segir galdurum við að taka vel á móti ferðamönnum að láta þá finna að þeir séu velkomnir. Því miður ég ekki alltaf heima, ég með lyklabox fyrir utan dyrnar og fólk búið að fá upplýsingar þá aðgangsorðið eða sem sagt tölurnar til að komast inn. Þegar ég heima þá bara að láta þau finnast þau velkomin, við sýnum herbyggi, bjóðum kaffi eða te, stundum ég búin að baka eitthvað jafnvel, þannig að ég tek á móti svo þetta sé bara, þetta eru mínir gestir, þetta ekki bara túristar, þetta eru gestir að koma inn á mitt heimili, þannig að ég tek á móti þeim eins og þetta væri bara fjölskyldan eða vinir. Og ég held að það sé svolítið galdurinn að sýna fólki áhuga og vissulega eru sumir sem komið inn sem eru bara þreyttir og eru bara komið til að hvíla sig, fara kannski heita pottinn og fara svo bara að sofa. En langflestir vilja spjalla og eru með fullt af spurningum Ísland og vita ekkert Reykjanesbæ eða svæði sem við erum á hérna vegna þess að það eru svo margir sem eru einblín á Gullnahringinn, Jökulsárlón, Akureyri eða eitthvað allt annað.
og ég held að sé bara svona, já, sýna fólki áhuga að segja frá hvað við Íslendingar erum að gera. Sumir gesta Blue View dvelja þar síðustu nóttina fyrir brottför frá Íslandi. Ingigerður segir fólk oft verða svegt þegar það gerir sig grein fyrir því að margt sé að skoða á Reykjanesinu og það hafi mist af því í fyrstu ferðinni sinni til Íslands. Og ég leik mér svolítið kannski að því í kvikmyndaskap að segja alltaf frábæra sem hérna á svæðinu. Ég fædd hér á Uppalinn, ég ólst upp í það Bláa Lóni, ég til dæmis með ástkort alltaf í Bláa Lóni, ég þar vikulega og fyrir gönguferðir á Reykjanesi, Þorbjörn og allar þessar fínu strendur sem við höfum hérna í kringum Skagann. Og þegar ég segi fólki hvað magnað náttúruumhverfi hérna og hvað flotti veitingastæðir og sundlaugarnar í hverju þorpi og hérna, þá verður fólk alveg bara, og við erum að fara eftir nokkru klukkutíma, ég vildi væri aðeins lengur. Þannig þá segi ég bara, komið bara aftur. Þetta allt í lagi, það svo ódýrt að fljúga, komið bara aftur, alltaf velkomin. Við erum ekkert að fara neitt. Þannig en svo fólk sem kemur hérna fyrsta daginn og þá nær maður að selja þeim hvað við erum á frábærum stað hér á Reykjanesinu. Ég ekki bara að segja hvað gott að vera í Reykjanesbæ, heldur við tökum bara Skagan eins og hann leggur sig. Þannig fólk hérna alveg, kemur þá jafnvel og endar 2 síðustu nætunar, kannski búin að vera í 2 vikur eða 3 vikur og endar hér aftur og gerir allt þetta skemmtilega sem ég segi að gera. Njarðvíkingurinn Sigurborg Lúthersdóttir sigraði í söngkeppni Fjölbrautaskóla Suðurnesja hljóðnemannum í annað sinn á dögunum. Sigurborg bar einnig sigur úr bítum árið 2012. Már Gunnarsson hafnaði í öðru sæti og Hanna Margrét Jónsdóttir í því 3. Keppnin var hinn glæsilegasta en það voru þeir Auddi og Steindi sem sáu að halda uppi stemningu í stapanum. Sigurborg söng lagið Redd með Daniel Merriweather. You don't know how you're spending all of your days knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. I can't do this by myself. All of these problems are all in your head, and I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. When you took something perfect and painted it red, you take the best days from me, then everything gets empty. It's not a world that I need. No, you take the best days from me, then everything gets empty. It's not a world that I need. Já, og hér það helsta í fréttum frá Suðurnesjum. Við hefjum fréttapakkan í Sandgerði. Þar hefur verið sannkölluð vertíðarstemning að undanförnu. Mikil þorskveiði og algjört ævintýri segja margir sjómenn sem eru örþreyttir eftir átökin við þann gula. Línubátarnir hafa verið að koma daglega að landi með fullfermi af fiski. Einn af þeim bátum sem fiskað hafa vel er Óli Gíslagek á 112. Aflinn var að mestu sá guli en þorskur upp að 5 kílóum fór til vinnslu hjá Nýfiski í Sandgerði. Stærri þorskur og aðra tegundir fóru á fiskmarkað. Það hefur gefið vel til veiða síðustu daga, veður hefur verið stillt og horfur voru á að svo yrði alla þessa viku. Sjómenn sem Víkurfréttir ræddu við á bryggjunni í Sandgerði höfðu áhyggjur af því að þurfa að stöðva veiða þegar liði á vikuna vegna offramboðs á þorski til fiskvinnslu og að verðið væri að falla. Það væri til lítils að veiða úr dýrum kvóta og hafa ekkert upp úr veiðunum. Eyjólfur Þór Guðlaugsson hjá Reiknistofu Fiskmarkaða HF segir að meira hafi verið selt af þorski í ár en á sama tíma í fyrra, en meðalverðið hefur lækkað tæp 13%. Lækkun varð síðastliðið haust og hefur haldist síðan þá. Eyjólfur sagði hins vegar áhyggjur sjómanna verðfall óþarfar. Kaupendur séu oftast fljótir að bregðast við slíkri aukningu á markaði og bæta bara í. Ragnar Kristjánsson hjá Fiskmarkaði Suðurnesja er á sömu nótum og Eyjólfur. Hann segir helsta vandamálið í dag vera að þorskurinn sé of stór. Stærri þorskurinn, það er yfir 5 og 7 kíló, sé að seljast á lægri verðum en smærri fiskurinn. Byggingafulltrúi Garðs hefur gefið út framkvæmdaleyfi vegna sjóvarna í landi sveitafélagsins Garðs.
standa fyrir dyrum framkvæmdir á vegum Vegagerðarinnar lagfæringar og viðbætur á sjóvarnargarði í landinu eins og við sögðum frá í síðustu viku. Er að ræða 3 svæði. Það fyrsta er 300 metra kafli við Golfvöll í Leiru þar sem framlengd verður eldri sjóvörn. Myndirnar sem lifa með þessari frétt voru einmitt teknar nú í vikunni þegar framkvæmdir við garðana voru undirbúnar við Hólmsvöll í Leiru, nánar við 4. brautina. Ágangur sjávar hefur ógnað hluta Golfvallarins og þar hefur landbrot verið töluvert og sjór gengið á landi í verstu veðrum. Annað svæði þar sem sjóvarnir verða bættar er við Lambastaðavör í útgarði en þar á að laga 3 staði eða samtals 350 metra af grjótgörðum. Þriðja og síðasta svæði er svo við Garðskaga Vita en þar á að endurbyggja sjóvarnir á 85 metra kafla. Heilag kúnstir er hópur barna frá 4. bekk sem hittist í bókasafni Reykjanesbæjar á mánudögum og miðvikudögum kl. 14:30 til 16. Nemendur fá ókeypis aðstoð við heimanám og skólaverkefni frá sjálfboðaliðum Rauða krossins. Nemendur og sjálfboðaliðar hittast á neðri hæð safnsins í vinnuherbergi sem nefnist Búrið. Afslappað andrúmsloft verður í forgrunni þar sem hver og einn hefur tækifæri til að vinna á eigin hraða. Verkefnið er samstarfsverkefni bókasafns Reykjanesbæjar og Rauða krossins á Suðurnesjum og er unnið að fyrirmynd Heilahristings sem er heimanámsaðstoð á vegum Borgarbókasafnsins. Fjármögnun upp á 35 milljarða króna fyrir kísilverksmiðju Thorsil í Helguvík á lokastigi. Gert er ráð fyrir að 350 til 400 manns starfi við byggingu verksmiðjunnar og 130 manns eftir að hún hefur framleiðslu sem ráðgert er að verði vorið 2018. Thorsil hefur samið sölu á 85% af framleiðslunni til 10 ára. Grindavíkurbær vinnur hörðum höndum að því að koma til móts við þarfir foreldra ungra barna í bæjarfélaginu enda hefur ánægja með þjónustu fyrir barnafjölskyldur mælst mikil í könnun Gallup. Það er metnaður Grindavíkurbæjar að svo verði áfram, segir á vef bæjarfélagsins, en vöntun hefur verið á dagvistun fyrir ung börn í Grindavík undanfarið og nærri 50 foreldra skrifuðu bæjaryfirvöldum vegna þess. Með vaxandi fjölgun íbúa og barna í bæjarfélaginu er gert ráð fyrir að endurmeta þurfi áætlanir byggingu leikskóla sem átti ekki að hefjast fyrr en árið 2020. Fjölgun gistinátta á Suðurnesjum var 175% á árunum 2008 til 2014. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Nordregio, landfræðistofnunar Norðurlanda, en þar eru metin samkeppnishæfni 74 sveitarfélaga og stjórnsýslusvæða á Norðurlöndum til að laða að sér fjármagn, störf og mannauð. Þegar samkeppnishæfni sveitarfélaga og stjórnsýslusvæða er metin út frá áðurnefndum þáttum eru Suðurnesin í 18. sæti. Aðeins höfuðborgarsvæðið er ofar Suðurnesjum af íslensku stjórnsýslusvæðunum. Þá komst Suðurnes á topp 5 lista yfir áhugaverð landsbyggða og heimskautasvæði. Keflvíkingurinn Helgi Rafn Guðmundsson hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari í Taekwondo frá næstu mánaðamótum til haustsins 2016. Helgi er flestum iðkendum Taekwondo að góðu kunnur og hefur hann árabil þjálfa Keflavík sem er eitt sigursælasta félag íþróttarinnar. Hann hefur einnig séð þjálfun landsliðsfólks. Helgi er sjálfur margfaldur meistari í íþróttinni. Knattspyrna er stærsta íþróttagreinin á Suðurnesjum og nýlega var ungur kappi Stefán Ljubicic, 16 ára gamall, seldur til enska liðsins Brighton og H. Albion en liðið leikur í fyrstu deild, næst efstu deild Englands og er sem stendur í 4. sæti. Stefán lék 3 leiki með Keflvíkingum í Pepsi-deildinni síðastliðið sumar og hann skoraði mark Íslands í leik U17 ára landsliðsins í tapi gegn Skotum í vikunni. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Creditinfo. Skinnfiskur, HS Veitur HF, BSA EHF, Rammagerðin Flugstöð Leifs Eiríkssonar, Fiskverkun Ásbergs, Tryggvitækni, Airport Associates, KG EHF, Nesbú Egg, IGS Ground Services, Bláa Lónið, Samkaup HF, Verkfræðistofa Suðurnesja, SI Raflagnir, Bragi Guðmundsson byggingverktaki.
Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Fjóru sinnum fjórir ævintýraferðir eru lífilegt fjölskyldufyrirtæki í Grindavík. Sigurður Óli Hilmarsson stofnaði fyrirtækið árið 2007 ásamt sonum sínum, þeim Jakobi og Kjartani. Fyrirtækið býður upp á fjórhjólaferðir í nágrenni Grindavíkur og þeir bræður sáu reksturinn fyrir sér sem ágæta aukavinnu með öðru starfi. Nú, 9 árum síðar, er fyrirtækið eitt af stærsta hér á landi í ævintýraferðum á fjórhjólum með starfsmenn í 7,5 stöðugildi allan ársins hring og marga starfsmenn sem mæta í útköll þegar mikið er að gera. Jæja strákar, þetta mikið fjör hérna á fjórhjóli, en hvernig byrjaði þetta ævintýri hjá ykkur? Þetta byrjaði heila þannig að við vorum náttúrulega búin að vera að ferðast svæðið og alls konar leiktækjum. Við bræðurnir á samt félögum og svo datt okkur bara í hug þegar maður búin að sjá alla þessa náttúru sem er falin hérna út allt. Hvort það væri ekki bara sniðugt að kynna þetta fyrir útlendingum og svo náttúrulega byrjaði þetta samt eiginlega með Íslendingum. Þar var bara orðsporið sem hélt okkur gangandi til að byrja með. Og svo bara vattið upp á sig. Við fórum náttúrulega að setja bara upp leiðir og gera skemmtilega ferðir með hópa og starfsmannaferðir mikið. Og svo fóru útlendingurinn náttúrulega aukast. Við náttúrulega byrjuðum 2007, það herrans ár. Já. Og útlendingarnir hafa náttúrulega komið meira og meira síðan þá, eins og þegar við örugglega fundið fyrir hana. Þannig að við byrjuðum náttúrulega í því í byrjun að vera bara með hópa og þannig að þá var þetta bara svona auka vinna með, þannig að við tókum bara mótið þeim þegar það var bókað. Svo fór þetta að þróast meira út í það að það var meiri túristi sem var lappandi götunar og þá fórum við að taka á móti daytúr líka, þannig að þá erum við að sækja í Reykjavík 4 sinnum á dag og fara með ferðir allt frá klukkutíma og upp í heilan dag. Og erum meira saman búin að plana núna 2 daga ferð sem er bara á Reykjanesinu. Fyrir dagurinn þá tökum við vestari partina á Reykjanesinu, Gunnukver og Eldvörpin og Sandvíkina og kvöldið þá förum við í Bláa lónið og daginn eftir þá tökum við austari partin og kíkjum á Seltúnið, Djúpavagsleið og þetta er náttúrulega bara algjör perla sem við höfum hérna. Mikið af stöðum þar sem hægt að fara og vera úti í náttúrunni og á þessu skemmtilega farartæki sem fjórhjólið er. Já, klárlega. Það er alveg fullt af stöðum og mikið af tækifærum. Við erum náttúrulega með Bláa lónið í bakgarðinum. Þannig að við seljum eiginlega eitt svona mest selda fjórhjólakombo á Íslandi. Og ef einhverjir Íslendingar er ekki búin að prófa það, þá ættu þeir að fara að kíkja á það. Það er ATV Blue Lagoon, það er fjórhjól, Action and Relax. Það er bara perfect combo. Það er út að segja að dótakassin í ævintýraferðunum sé veglegur en þar eru 44 hjól sem eru öll af Can-Am gerð. Við erum alltaf verið í 8 ár og pröfa margt og endum alltaf á sama stað í þessum hjólum sem eru bara endingu góð og flott og við erum að endurnýja flotann mikið núna. Og svo erum við með buggybíla Polaris og við erum með 45 tæki. Já, við erum með 44 fjórhjól sem eru öll 2 manna og svo erum við með einhverja 3 bíla. Þeir eru 4 manna. Við höfum mikið verið að fókusera á fjölskyldur með þá, þannig að kannski mamman og pappin geta skipst á að keyra og með krakkana aftur í. Þeir bræður eru ekki eingöngu með fjórhjól og buggybíla því fyrirtækið er einnig með útleigu af fjallahjólum. Þar hefur allur búnaður verið endurnýjaður og þar eru nú til leigu 29 fjallahjól. Þá erum að hjóla í kringu Bláa lónið og byrjum ferðir á sumrin alla daga á mótana og það er orðið mjög vinsælt. Kjartan segir að Sandvík á Reykjanesi heilli marga útlendinga. Þeir hafi mikinn áhuga á svörtu ströndinni. Útlendingan eru alveg hútt á þessum svörtu ströndum og náttúrulega öll sagan sem við höfum í Sandvíkinni með Clint Eastwood og allt þetta. Og svo sér maður náttúrulega heimsálfunar koma upp frá sjónum inn á ströndina og þar eru menn alveg heillaðir og þar eru við náttúrulega með heimabakaðar kleinur og kakó
og það náttúrulega bara upplifun sem þú gleymir seint, sko. Jakob og Kjartan segja að það þurfi eldmóð og áhuga til að fara í svona rekstur. Það taki tíma að byggja upp reksturinn og þeir hefðu farið í eitthvað allt annað ef þeir hefðu ætlað sér að verða ríkir. Þetta bara þannig í ferðaþjónustunni. Þú opnar ekki og peningarnir streyma bara inn. Þetta fyrsta 1,5 til 3 árin, þá þetta yfirleitt rólegt hjá fólki og þá mátt ekki vera búin að vera offjárfesta, en þú verður að vera duglegur að koma þér á framfærir og annað, sko. Því að náttúrulega eins og markasetning alltaf númer 1, 2 og 3, en fara hægt í það og svo bara kemur við sterkari og sterkari inn með árunum, sko. Við spurðum þá bræður hvort þeir hefðu getað séð fyrir sér þann vöxt sem orðið hefur í ferðaþjónustunni á síðustu árum. Vöxturinn hérna hefur náttúrulega verið umfram væntingar og líka bara almennt, sko. Þegar við byrjuðum þá voru flestir að loka bara svona í september, opna aftur bara í maí. En í dag janúar, febrúar orðnir góðir mánuðir og jólin eru bara blómstrandi og þannig að þetta alltaf að auka, sko, líka veturinn sem náttúrulega heillandi fyrir fyrirtæki að geta lifað af veturinn. Þetta var náttúrulega alltaf draumur hjá okkur að við gætum unnið við þetta bræðunir og pappa okkar líka náttúrulega, sko, en ég held að okkur hafi aldrei órað fyrir að við erum með 7,5 stöðugildi 9 árum seinna, sko. Eru þið að fara eitthvað lengra með þetta? Eru lengri túrar með miklum veitingum? Eru það að grilla fiskinn og eitthvað hérna fyrir þá? Já, það mjög vinsælt hjá okkur núna að fara, taka fjórhjólaferð og fara út á strönd eða aðra staði. Og það grillað fyrir fólki, tekið á móti því og það eru náttúrulega veitingastaðir sem kom inn í það og svo endaði ég vel í lóninu á planinu þar og hjólinn flutt í burtu og alls konar svona töffaraskapur. Örn í Soho hefur verið með beikonvaðum skötusel og grilla lamb fyrir útlendingana, sko. Þeir eru alveg heillaðir yfir því, sko. Fyrirtæki þeirra feðga fær góða dóma á TripAdvisor og hefur verið með 5 stjörnur allt frá upphafi. Þeir bræður segja vefinn veita ferðaþjónustunni gott aðhald. Þeirra fyrirtæki og Bláa lónið hafa skipst á að skipa efsta sæti þegar kemur að áhugaverðustu afþreyingunni í ferðaþjónustu á Reykjanesskaganum. Þetta mikið aðhald fyrir bæði starfsmenn okkar og okkur sjálfa til að gera vel og maður þarf bara að skila kunnanum ánægðum þótt svo að auðvitað alltaf til einhverju sem að kvarta bara yfir einhverju eða ósáttir að væri annað óeðlilegt ef við tækjum hérna móti 10.000 manns á ári og enginn væri óánægður. Það væri mjög ótrúlegt eiginlega. Björgunarskipið Oddur Vaff Gíslason frá Grindavík var kallað út á 3. tímanum á mánudag þegar línuskipið Fjölnir GK frá Grindavík var vélarvana 30 sjómílur suður af Grindavík. Engin hætta var á ferðum enda veður stillt. Það tók björgunarskipið 2 klukkustundir að komast að Fjölni. Ferðin til Grindavíkur sóttist hins vegar seint en skipin voru komin til Grindavíkur skömmu fyrir miðnætti á mánudagskvöld. Áhöfn björgunarskipsins skipuð sjálfboðaliðum frá björgunarsveitinni Þorbirni í Grindavík. Björgunarsveit þeirra Grindvíkinga leggur mikla áherslu á sjóbjörgun og eru allir félagar sveitarinnar þjálfaðir til að fara í útköll á björgunarskipinu. Sjónvarp Víkurfrétta tók á móti Oddi Vaff Gíslasyni þegar hann kom til hafnar á mánudagskvöldið og ræddi við skipstjóran og vélstjóran á björgunarskipinu. Hvað þessi hópur stór sem í sjóflokknum hérna hjá Þorbirni? Það náttúrulega öll sveitir sem slík sko, sem það bara fyrstur kemur, fyrstur fer. Þannig að þetta eru svona 30 mann sem eru virkir og eru öflugir og hægt að nota það, sko. Þannig að þetta voða mismunandi, stundum erfitt að manna og stundum betra og þetta er voða mismunandi. Þetta hvernig stendur hjá fólki bara í vinnu og annað, sko. Nú þetta með langur tími frá vinnu eins og í dag. Hvað segja vinnuveitendur? Já, það vill svo vel til að ég hef búið slemma, þannig að þetta hefur ekki áhrif á mig, ekki sést líkan, en kannski, ég veit ekki með hann. Það bara svona, þessi betur fyrir og maður mætt bara góðan vilja og það stundum bara eru þær aðstæður að maður kennst ekki frá. Það bara því miður, þá það henni og ekkert við því að gera. Og þá bara treystir maður á fjöldan í samtökunum og það séu það sem að koma inn í staðinn og það yfirleitt alltaf þannig, það einhverju sem að klára málið.
Það má vel segja, sko, ef það fyrsti forgangur, sem í rauninni neyðarkall, þá báturinn farin á 5 mínútum. Og þá yfirleitt þurfum að velja í áhöfnina, þá bryggjan bara full. Þannig andinn. Leiðu við þökkum ykkur fyrir áhorfið, þá minnum við á aðra miðla okkar. Víkurfréttir eru vikulegt fréttablað á Suðurnesjum sem kemur út á 50 og borið inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum. Við erum einnig með fréttavefinn vaff.is þar sem sjáum á nýjar fréttir alla daga vikunar. Fyrir kylfinga erum við með golfvefinn kylfingur.is. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma má ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið vaff@vaff.is. Við endum þáttinn í milljarðadansi í Stapa en þar kom fjöldi fólks saman og dansaði til stuðnings baráttu gegn ofbeldi á konum og börnum. Einn af þeim sem lét sig ekki vanta var bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjartan Már Kjartansson, en hann tjúttaði með stórum hópi kvenna og barna. Takk fyrir okkur, sjáumst í næstu viku. Verið sæl. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.